þessar kröfur eru uppi og þó að þær séu kannski takmarkaðar að þá mun þeim fjölga og eftir því sem að fjölgar í hópið þess fólk sem að lifir eftir þessum trúargildum það nú bara eitt nýlegt dæmi þar sem að kanslari kaþólsku kirkjunnar lýsir yfir því að Guðs lög séu æðri landslögum og Sigmundur Ernir Rúnarsson reitt á sér hárið meira en venjulega og það nú sést þetta afrek og þá segja maður, við getum ekki verið með svona trúarhóp hér. Hvað halda menn að menn séu að boða í moskunni upp yfir bústaðavegg? Þar þetta þó, í kaþólsku kirkjunni það þannig að menn viðurkenna að það séu Guðslög og mannanalög. Í Íslam aðeins ein lín í þessu. Það bara Guðslög. Menn gera engan greinarmun þar á milli. Og það reyndar ástæða þess að kristindómurinn, kristin kirkja og kristin samfélög komust af miðöldum og fóru inn í upplýsinguna á sínu tíma sem byggðu upp okkar vísindasamfélag og háskólana eins og við þekkjum þá í dag. En Íslam ennþá fast á miðöldum. Það ástæða þess að engar læknisfræðilegar uppgötvanir á síðustu 100 árum hafa komið frá íslamska heiminum. Þær koma allar frá kristna heiminum. Allt frá hjartaígræðslum og þessum stóru framförum í lyflækningum. Allt þetta afsprengi af samfélögum sem eru kristin og það ekki tilviljun. Hvað sem að menn segja, það bara ekki tilviljun.